Komiði sæl gott fólk og verið velkomin í hlaðvarpi Söguskoðun. Við erum eftir hér aftur í nýjan þátt af hlaðvarpinu við félagarnir Andri Jónsson og Ólafur Hersir Arnaldsson eins og venjulega. Og komdu nú sæll, Ólafur minn. Blessaður. Gaman að sjá þig hér á sunnudagskvöldi. Já, það er mjög fínt. Gott að vera komin aftur í nýjan þátt. Einmitt, við vorum hér í síðasta þætti að ræða bísanska lýðveldið. Já, það er mjög skemmtilegt umræðefni og það er augljóst að við mötum að tala meira hann Karl Ellis, en það hefur verið duglegur að skrifa og sérstaklega þegar nýja bókin hans kemur. Einmitt. Þannig að hann er aftur að koma aftur í þessari þáttaröð, þessu sísoni. Þessu sísoni, sko. Já, við vorum að hefja nýtt síson hér í síðasta þætti og höldum ótrúðir áfram núna inn í haustið með skemmtilega dagskrá. Hlaðvarpi Söguskoðun auðvitað fyrir þá hlustendur sem að tjúna inn hér í fyrsta sinn er podcast sögu og sagnfræði og önnur sagnfræðileg málefni. Það sem við ræðum saman heim og geima og reynum að hafa gaman á meðan. Já. Textnum svona yfirleitt. Létt spjall. Textnum svona yfirleitt. Já, okkur textan yfirleitt. og það er að sjálfsögðu hægt að hafa sambandi við okkur á Facebook síðu þáttarins nú eða á söguskoðun@gmail.com og ef hlustendum líkar það sem við erum að gera hér þá hvetjum við að sjálfsögðu alla til að like okkur eða follow okkur eða subscribe okkur eða deil okkur og svo framvegis. Já. En saga og sagfræði, við ætlum að halda áfram á þeim nótum í dag, Ólafur. Já, við ætlum að gera það og ég meira að segja, já, ætlum bæta við að fornleifafræði. Já. Því við ætlum þá að tala segja Silkiveginn. Það er bara það sem það kalla á íslensku, er það ekki? Það Silkivegurinn. Jú. The Silk Road. Já. Nei, ég bara að skoða, eða Seidenstrasse, Já. Þetta var vist uppálega kallað. Já, Seidenstrasse. Já, þess að vera að spá í þessum hvað maður að kalla þetta fyrirbrigði. En það sem ég veist bara svo áhugavert, ok, ég byrjaði að tala fornleifafræði, jú, best að halda mig við það, að nú ætlum ég strax að fara út í ykkur allt þar að geima, en jú, að því byrjaði að tala fornleifafræðina, en þá gerði ég það sem núna, ég lasi þess að bók Silkiveginn, þar sem að megin heimildirnar eru þó fornleifafræði, fornleifarannsóknir og síðan einhverja frumheimildir sem hafa þá fundist úr slíkum fornleifa uppgröftum á þessu svæði. Býtu, var það nokkuð Valerí Hansen? Jú, passar. Já, ég hef mitt skoðað það bók líka. Já, ég bara kláraði það bók í gær. Já, ok. Hún er mjög skemmtileg og það er mitt áhugavert að því að hún náttúrulega fjallar þetta fyrirbrigði, þetta efni náttúrulega öðruvísi þegar hún er bara að byggja sína túlkun á þeim fornleifa rannsóknum sem hafa verið framkvæmdar og þeim gögnum sem það hefur þar. Í staðinn fyrir að vera þá að byggja til dæmis, byggja upp einhverja narratífu og einhverjar hugmyndir á þá til dæmis reisubók Marco Polos eða eitthvað þannig dæmi. Sem sagnfræðingur myndi kannski freka að gera eða einhverjum öðrum slíkum ritheimildum. Þannig að það var skemmtileg lesning. Fyndið að ég þurfti nefnilega aðeins að svona gíra mig inn núna því að þess ég sagði við það áðan þá var ég bara nýkomin á bíó fyrir bara svona klukkutíma síðan. Já. Það sem ég sá Oppenheimer myndina. Já. Sem nú 3 tíma löng mynd það hvernig Bandaríkjamenn þróuðu fyrstu kjarnorkusprengjun og með mjög svo svona miklum og þungum boðskap til okkar kjarnorkuváina. Já.
og þessi segi, ég var bara að koma úr bíó bara fyrir klukkutíma síðan og ég fekk mér bara að borða og fór út með hundin og svo kom ég bara hérna og settist niður með þér Já. og hérna vil svo til að bara fyrir algjöru tilviljun, það var alls ekki planað að í gærkvöldi að þá fórum við konan að horfa á Chernobyl horfum að fyrstu 3 þættin af þeim í gærkvöldi Já. þannig að maður er svona búin að vera svolítið svona mikið að hugsa alheims vandamál nútímans og kjarnorku vána og þessa miklu krafta sem við sem mannkinn svona varla ráðum við og það er svona aðeins að byrja svona aðeins að tjúna sig inn til þess að byrja að draga hausinn úr skíunum og fara aðeins að hugsa eitthvað sem gerist fyrir 2000 árum í Kína og við Asíu Já, ég veit Það er svolítið skemmtilegt ef þetta getur reyndar passar alveg sem sko svona inngangur líka að silkiveginum því takla makan eyðimörkin í Xinjiang héraði í Kína það er svæðið sem Kínverjar notuðu til þess að testa sínar kjarnorkusprengjur Já, og Kazakstan Já. Það er nú svæðið það sem að rússarnir notuðu til að prófa sínar kjarnorkusprengjur meðal annars Þannig að silkivegurinn er þá liggur þá eða láð þarna þá í gegnum þessi kjarnorkusvæði en ekki New Mexico Nei Herðu, ættum við ekki aðeins að svona áður en lengra haldið að svona aðeins að bara útskýra hvað við ætlum að tala í dag hvað er silkivegurinn og svona hvað er silkivegurinn ekki Já, það er nefnilega mitt það Sko ég Já, þú mátt endilega kasta þar út í þetta Já, mér langar að segja sko að eins og með allt sem að er þú veist, ekki hérna í allt sem er í Asíu, allt það er út að tala um asíska sögu eða eitthvað svoleiðis, þá þetta eru við Vesturlandabúa náttúrulega okkur eru þetta tamt að líta alltaf á hlutina frá okkar eurocentrísku gleraugum og það sjáum við hlutina alltaf þú veist, eins og þeir líti út frá evrósku perspektífi og ég held að það sé þanga til bara fyrir skömmu síðan ef þú spurt mig sko hvað silkivegurinn er þú veist, þá hefði ég sagt sko silkivegurinn er vegur frá Evrópu eða frá Rómarveldi til Kína í gegnum Asíu þar sem fólk ferðaðist með silki eða það sem silkið kom til Rómarveldis eða til Evrópu og síðan einhvern veginn ertu með Marco Polo sem þú nefndi líka áðan sem er náttúrulega mjög frægur karakter í sögunni sem að ferðaðist þessa leið á 13. öld einmitt frá Evrópu til Kína og kom tilbaka og sagði frá og við höfum þessa miklu ferðalýsingu hans og einhvern veginn hann svona kynnti svolítið Evrópumenn fyrir svona austurlöndum fjær Kína og Japan og svona og er auðvitað mjög frægur fyrir það þannig að ég myndi ekki sko að það væri svona þetta sé kannski svona einfaldasta útskýringin svona svo mynd sem að við svona höfum kannski í hausnum af hugtakinu silkivegurinn að það sé sérst vegur frá Evrópu til Kína sem að þú ferð skiluru einn kall getur labbað allan þennan veg einmitt. En svo náttúrulega er þetta náttúrulega miklu flóknar en það og kannski Evrópa ekkert endilega neitt aðalatrið í þessari sögu sko langt í frá og kannski ekki Kína heldur því að maður fyrir að skoða þetta svona það er svolítið svona það sem er á milli Kína og Evrópu sem maður kannski er kannski svona mikilvægast í þessari sögu finnst mér og svo náttúrulega þetta það að þetta var ekkert einn vegur þetta voru náttúrulega vegir og það sér maður auðvitað svolítið í nýlegri sakfræðiverkum þegar að vera að fjalla um þetta þú veist að menn eru svona menn segja silkivegurinn og ég mun alveg segja það hér í dag og þessi þáttur heitir nú líklega silkivegurinn en ég held að allir sér sammála um það að þetta var ekkert einn vegur heldur voru þetta bara tengslanet þetta var vefur af vegum sem að fór í svona belti frá botni Miðjarðarhafs gegnum Miðasíu, gegnum Xinjiang og til niður á kínverska láglendið þaðan og við getum talað meira um silki líka á eftir og til þess að bæta við þetta með Marco Polo það var mjög sjaldgæft að það væri verið að fara alla þessa leið einhver einn maður eða einn karavan einhver, þú veist það er mjög sjaldgæft að þú væri að fara frá Evrópu til Kína þessa leið það var yfirleitt ekki þannig sem verslun fór fram Nei og eins og hún
bendur á líka í bókinni sinni að maður getur meira að setja spurningamerkjum um hvort það hafi verið vegir meira að segja já, því að þetta er það erfitt yfirferðar allt þetta landsvæði og ég þetta er svo sem ekki eitthvað sem ég hef velt mikið fyrir mér en það sem ég teki eftir í hinum að þessum svona sagfræðiritum er að menn það er svo sagfræðingar mikið bara svona gefið sér að þetta hafi verið þarna einhver mikil verslunar leið og ég hafði alltaf séð fyrir mér að það hefði þá verið sko jafnvel töluverðar svona gripalestir þú veist það hefði verið kannski hópur úlvalda sem hafi verið marserað þarna fram og tilbaka ekkert endilega frá Kína og allarleið til Sýrlands en kannski verið að fara þarna yfir sko stórar hluta kannski leiðarinnar eitthvað þarna á milli það er svona þessi mynd sem að maður ég allavega og örugglega margir hafa haft sko já, ég held en maður sér fyrir sér skipalestin leggur upp í Kína og já, einmitt og marsera kannski til Samarkand sem er held í cirka Úsbekistan í dag eða hvort segir Kazakstan allan á því sæðinu það kom kannski svona langt inn í Miðasíu svo kannski önnur lest þar sem tekur við og ber þetta áfram til Persju og svo er einhver verslunarmaður þar sem kannski sendir þetta áfram það var þessi mynd sem ég hefði hafði af þessu og mjög margir sagnfræðingar mála þetta upp þannig því ég byrjaði líka að lesa aðra bók þá ég byrjaði að lesa bók sem heiti The Silk Roads A New History of the World eftir Peter Frankopan já, maður byrjaði að googla þetta sú bók finnst mér þetta alveg afleitt mér varst það mjög léleg bók nú vegna þess að hann fer út í hínuröfgarnar hann tekur eurocentrisman kastar honum alveg til hliðar og fer alveg í hínuröfgarnar og fer út í eitthvað svona austurcentrisma þar sem hann heldur í framtíðum að Evrópa hafa bara ekki verið neitt og ekki skipt nokkur máli og hann alveg gerir í því sko, hann skýtur föstum skotum alltaf að Evrópumönnum ef hann getur og síðan mærir hann alltaf alveg hástert þannig að bókin er rosalega skökk og þannig að hann sleppir til dæmis að nefna heimildir og já, lætur sem liggja milli hluta og dregur upp mjög skakka mynd já þannig að hann ekki var hlutlaus sagfræðingur og er líka að segja til þess að Alexander Mikli hafi haldið austur vegna þess að það var enga borgir eða ekkert þessi virði að ráðast á í vesturinu og Evrópu sem einfallega bara rangt með blómlega menningarsamfélög eins og Etruskan og Ítalíu og með stóra Grikkland í suður Ítalíu og Sikilei og allavegna já, þetta er svolítið viðhorfið hans já, hann er mjög litar öllu þessu og alveg skrítinlesning en allavegna hann gefur sér til þeim að segja alveg að þarna hafi verið eitthvað rosa verslun sem er aftur á móti hugmynd sem hún Valerie rífur alveg niður í sinni bók já, þau deila ekki sömu sín á þetta sko nei, alls ekki, hún gengur þar langt að segja sko að það hafi ekki verið neina alþjóða verslun það var bara staðbundin verslun þar sem að þessi verslunum að kannski marseraði frá einhverju sko borg sem var þá í Kínaveldi þetta hefur verið mismunandi stórt eftir hvort þú ert að tala maður segir kannski að þessi silkivegur hafa byrjað svona 200 fyrir Krist fram til 1500 eftir Krist þannig að ef þú ert kannski við Krist burði eða hvort það sé árið 800 eftir Krist eða hvað þá mismunandi hvað Kínaveldi var stórt en allavega það er kannski einhver sem marserar þaðan og fer kannski bara í fyrstu svona smá bæja, smá borg sem er í einhver svona vín í eyðimörkinni verslar eitthvað aðeins þar aðalega bara með staðbundnar vörur en kannski slægist með eitthvað af öðrum svona munaðarvöru sem síðan er þá farið með áfram í næstu smá borg eða smá bæ og þannig fer þetta hægt og rólega lengur og lengra vestur þannig og endar þá kannski í Rómaborg já ég las nú hvoru þessa bók alveg í gegn sko en ég svona gluggaði þær báðar og auðvitað svolítið mismunandi nálgun og svona en Frankopan náttúrulega þetta er að segja sko hann kallar bókinni sína auðvitað A New History of the World og hann er kannski að taka svona stærra perspektíf heldur en bara silki veginn sem slíkan kannski en hann gerir það en hann er auðvitað opna bókina með því að auðvitað lýsa þessum eurocentrisma sem að hann vil meina að auðvitað
haft svona mjög skaðlega áhrif á þá svona mynd sem að við höfum af þessu og eðlilega auðvitað, þú veist að við náttúrulega lítum eins og ég sagði áðan að bara, það ekkert óeðlilegt við það að maður líti á hlutina frá sínu sjónarhorni. Nei, og hann segja bara skjótir að sem fyrst sem mest töðar að því að það auðvitað flott auðvitað gagnrýna það en hann gengur svo mikið lengra því að hann lýsir síðan yfir bara vanþóknun á Evrópu. Já, ég var nú ekki var við það en Jú, til dæmis ekki yngöngu þegar hann tala það hvað fast ömulegir sér evrópsku textar og hvað hann fast rosalega áhugavert síðan þegar hann heyrði eitthvað asíst í sagnfræðitímum þegar voru ungur og svona og dreymdi alltaf austrið. Já, það var alltaf bara að lýsa. Það spurning hvort Edward Said hefði ekki einmitt orðið mjög reiður að lesa þetta. Já, það var alltaf bara að lýsa sinni eigin persónulegu reynslu en allavega það mér finnst hann vera svolítið svona benda á þú veist, okkur svo tamt einhvern lítið þú veist, ok, ég meina, þú veist, Evrópa búin að vera í hásæti núna í 200 ár og eitthvað svona og hverjusna Evrópa ártaki í Rómaveldis og við veljum að einblína á, þú veist, Grikki og Rómverja en allt sem að austan við Grikki og Rómverja sem þú veist, Mesópótamía, Miðausturlönd Persía, Mið-Asía og Kína þetta einhvern veginn svona miklu svona stærri og þú veist og ríkari heimur heldur en við ég veit ekki, nennum að hafa áhuga á í vesturinu, hvað ég meina, það kannski svolítið það sem hann að benda á og hann líka að segja svona þú veist, hvað mynd höfum við að þessu svæði í dag, þú veist, í dag þetta jaðarsvæði, þetta eru lítil ríki sem við tengjum við spillingu og einræðisstjórnir og trúarofstæki, þú veist, eins og talibanar og eitthvað svona. En í fornöld, þú veist, eða fyrir 1500 þá þvert á móti að þetta hafi verið eitthvað jaðarsvæði sem að, þú veist, skiptingu máli heldur hafa þetta verið, þú veist, vagga siðmenningarinnar í Miðausturlöndum og þetta hafi verið, þú veist, stórar og mikla borgir og mikil fræðasetur og háskólar og menningarleg og intellectual gróska sem fór manna á millum yfir mjög stórt svæði og tungumál blandast og trúarbrögð blandast og svo framvegis og já, ég meina öll stærstu trúarbrögðin koma fram á þessu svæði skilur, öll heimsveldi fornaldar skilur urðu til og hurfu á þessu svæði og svo einmitt þetta sem þú segir með þegar þú ert að nefna Alexander að hann einmitt segir þetta, þú veist, Alexander mikli hann leit fyrst og fremst austur á bóginn þegar hann vildi fá sitt glory af því að hann vissi að það var skilur alvöru stöf og síðan einmitt þegar Rómarveldi fer að stækka þá bendir hann á skilur að Rómverjar leitu miklu meira austur heldur en vestur og mér stæla ágætis punktur og svo ég menn eins og hernámið í Gallíu til dæmis var kannski, já, þú veist, flott og skemmtilegt fyrir Sesar og hans svona pólitíska frama en þú veist, hernám Egyptalands skilur og Miðausturlanda var miklu svona mikilvægara fyrir Rómaveldi og til dæmis að benda það til dæmis að þegar Rómverjar tóku í Egyptaland þá hafði það alveg gríðarlega miklu stórar efnahagslegar afleiðingar út af kornflutningunum mikil áhrif á, þú veist, kaupmátt fólks og þannig að sem gerir það að, þú veist, að verslun blómstræða og mikið að peningum í umferð sem aftur kikkaði svolítið inn aukin í verslun og svo verslun var fyrst og fremst austur eftir og mér finnst það alveg vera svolítið valid point og svona og þetta kannski ekkit eitthvað þetta ekkit eitthvað svona nýtt nýþekking en þetta bara svolítið verðt að bara benda á þetta og bara já ok, þú veist, það kannski ekkit endilega það sem við erum alltaf að hugsa þegar við hugsum Rómaveldi og Grikkland skilurðu. Nei, en hann ekkert bara að segja það því þú veist, jú, það auðvitað, austri var alltaf ríkara, það ástæða fyrir að menn náttúrulega voru alltaf fyrst og fremst að horfa austurubúin og náttúrulega líka hlutið okkur austurúmarska ríki sem ég lifði af. Þannig að ég, það sem fer fyrir brjóstu á mér og fyrir töðanúmer þegar ég var að lesa hann og af hverju mér finnst bókinu svona léleg að hann gengur svo langt í hinar auðvitað þegar hann ekki að segja það bara að jú, austri var ríkara og þess vegna fór Alexander þangað heldur hann segir hreint út það var ekki eftir einu að slægjast í vesturinu þú veist það var enga borgir í vesturinu sem einfallega rangt þú veist þú ert með Rómaborg þú ert með borgir í norður Ítalíu þú ert með Karþagó risastór verslunarborg með verslunarneti yfir allt Miðjarðarhafið auðug en nú ekki talað að Alexander hann var nú bara 30 ára eða eitthvað þannig hann dó var hann ekki með plön á teikniborðunum að fara í leiðangur vestur? Jú
Einmitt, hann ætlaði fyrst að leggja undir sig Arabíuskagan og svo ætlaði hann að fara vestur. En allan á burt sér frá þessu sko, þá Frankopan auðvitað bara að segja skilur, hér landsvæði sem að skilur við og hann náttúrulega líka bara skrifa fyrir kannski almennan lesanda líka, þú veist, sem að við í nútímanum erum ekkert svo mikið að spá í og við sjáum þetta sem jaðarsvæði og í þessari basic sögu sem að okkur kennt í skóla, þar þetta líka ekkert svona sem að vera að eyða miklu púðri í, en í rauninni þá var þetta svæði frá botni Miðjarðarhafs og til Kína, þú veist, á árunum, þú veist, þess að segir hann rétt fyrir fæðingu Krists og fram til cirka 1500, þú veist, þá þetta bara væbrant svæði með bara mikill verslunum og miklu mannlífi og allt þetta sem ég var að nefna á hann og hann kallar þetta sko vef af leiðum sem hann kallar the world's central nervous system, connecting peoples and places together but lying beneath the skin, invisible to the naked eye, svona miðtaugakerfi heimsins þarna sko, að því að þetta ekkert bara verslun heldur, þetta líka hugmyndi skilur og trúabröð og tungumál og fólk sem að fara. En það allir með það sem hún Valerie bendir á, að hún mitt náttúrulega vegur sérstaklega þessu verslunarhluta og heldur í fram að sko þessir þá silki vegir hafi raun og veru fyrst og fremst verið þá tenginganet þar sem að sko trúabrögð og menning og tækni ferðaðust eftir og dreifðust mikið frekar heldur en verslun. Algjörlega, þetta mjög áhugaverð bók hjá Valerie og ég hef líka kynnt mér hana svolítið, hún mjög áhugaverð og sérfræðingur í svona kínverskri sögu og svolítið svona austurlandasögu og hún líka auðvitað með svolítið svona hún skrifaði líka aðra bók sem að, hvað heitir hún eftir á, The Year 1000 eða eitthvað sem hún að tala ég hef ekki lesið það bók sko en mér skilist að það sé mitt líka svolítið svona, þú veist, það er svo mikill samgangur að þú veist, þetta hálfgerð hnattvæðing en eins og Frankopan, hann notar einmitt líka orðið hnattvæðing eða globalization segir skilur globalization ekkert eitthvað nútíma fyrirbrigði skilur eða það að segja hnattvæðing með öllum þeim þú veist, vandamálum og áskorunum og augrunum og tækifærum og tækniþróun sem að fylgir hnattvæðingunni, hún var alveg jafn mikið til fyrir 2000 árum bara ekki kannski á Bretlandseyjum eða í Bandaríkjunum skilur heldur í Asíu þar sem að þú veist, allt var að gerast skilur það mjög hot topic einmitt en hún mér finnst þetta mjög áhugaverð nálgun í þessari bók hjá Valerie Hansen einmitt þetta sem þú veist að tala með fornleifarnar og mér finnst það koma alveg ótrúlega óvart hvað til mikið af sögulegum heimildum frá þessu svæði, frá þessu þurra eyðimerkur svæði þarna í Xinjiang sem vesturhéruð Kína norðan við Himalaya-fjöll og í austan við Kazakstan og Stanlöndin algjört svona jaðarsvæði í nútímanum ekstrím svona veður aðstæður og eyðimerkur og gríðarleg fjöll og þurrkar og allt þetta einhvern veginn sem gera það verkum með þetta fornleifar hafa varfið svo vel og ekki bara fornleifar heldur líka bara skjöl og þú veist pappír skilur, bara skriflegar heimildir sem að menna að vera að finna bara voni í jörðinni, mér finnst það alveg magna sko. Þetta er vist eitthvað þurrasvæði heimið þannig að menn hafa verið að finna sko brauðsneiðar og bara mat sem mörg 100 ára gamall. Algjörlega. Að þú missir kannski eitthvað svona kínverskan dumpling á í eyðimörkina og hann bara þurrkast og þarna það sem eftir það er ótrúlegt. En það eru líka sko ferðamenn, eða ekki ferðamenn landkunniði til þeim sem voru að fara fyrst í gegnum þess að takla makkan eyðimörk bera allir samvið mann hvað hér eitt sem hafði verið að ferðast mikil Arabíuska hann talaði sko Arabíuska en væri bara skemmtiferð með við þetta landsvæði, þetta var svo margfalt erfiðara einmitt og hryllilega erfitt, en síðan líka að því þú ert líka að tala þetta, þá erum maður að skjóta inn líka eurocentrismin allar þessar heimildir sem við höfum eru náttúrulega sko hvað við segja, afleiðing þess að einhver Evrópubúar voru að marsera inn í þetta jaðarsvæði og grafa upp þessa hluti. Men það auðvitað líka kínverskar sögulegar heimildir sem að hún líka byggja á auðvitað en já. Já, hún talar aðeins það en það náttúrulega eru hvað við segja, öðruvísa ýmsu leyti maður getur líka tala þessi eru annálar sagnfræði eða þú veist, það saga eða þú ert bara að romsa upp
hvað gerðist, þessi marsir þarna gerði svona, hann gerði svona, hinn gerði þetta og ekki þetta ár gerði svona þá í samanburði við sko sögu þar sem það einhver narratífa, þar sem einhver flétta, þar sem einhver að túlka og segja hvað að gerast. Það alltaf gömul umræða. Mér finnst það samt alveg, það auðvitað leif horfið samfélag og ég meina að þú væri ekki með þá sannála þá myndir þú vita minna það. Þannig að ég myndi segja að það væri mjög góðar heimildir. Já, algjörlega, en þá erum við að tala um eitthvað annað. Þá erum við kannski að tala um eitthvað annað en sagnfræði. Nei, hvað það þá? Nei, þú veist, þess vegna talað um allir með að Heródótus og hann sé faðir sagnfræðinnar vegna þess að hann á fyrst í sér sest niður og skrifar sögu þar sem hann að vinna með heimildir og túlka og býr til einhver sko túlkun þá á þeim atburðum sem átt sér stað. Að meðan að skrifa annál ekki sagnfræði í sama skilningi. Að skrifa annál söguleg heimild en það samt annað heldur en slík sagnfræði. Já, en svo geta sagnfræðingur að nota annálana til þess að skrifa einhverja sögu. Já, og þá ertu að gera það samanlega með Heródótus gerði. Þá ertu að vinna með, þá ertu að búið til sagnfræði. Já. Og hún náttúrulega þá notað mikið á svona náttúrulega kínverskum annálum, náttúrulega til sko gífurlegt magn af kínverskum heimildum, alveg sko stjarnfræðilegt magn. Og líka vegna þess að kínverjarnir náttúrulega skráðu eiginlega allt og það er alveg ótrúlega þegar hún að vitna í sko til þess bara skattheimtu skjöl. Já. Þar sem að skjölin koma frá þá skrifið bæði á kínversku og einhver sko staðbundum máli langt í sko Xinjiang héraði sem sko algjört jaðarsvæði. Já. Og öllum þessum tímum miðað við þá Kína. Já. Og þá sér maður sko hvað skriffinskubatterið í Kína var brjálæðslega stort og hvað ríkið svo sem náði yfir það langt svæði. Mér finnst alveg áhugavert að maður þannig að skoða þetta á korti að maður ekki svo kunnugur staðháttum. Því að sko að maður skoðar bara svona topografískt kort sko af Evrasíu, þú veist, og þá sér maður, þú veist, þessa Taklamakan eyðimörk, hún ég ætla bara hvetja hlustandi til þess að gera það, því það svolítið erfitt að útskýra, þetta svona einhvern veginn bara svona eyðimörk inn í bara svona umkringd af fjöllum og síðan alveg rosalegi fjallgarðar á hálendi þaðan, þú veist, í austur þá niður að kínverska lálendinu og síðan aftur Pamír fjöll og Hindúkús fjöll sem að aðskilja þetta svæði þá frá lálendinu í Miðasíu frá Stanlöndunum í kringum Búkara og Taskent og hvað þetta heitir allt þessi staðir í Stanlöndunum í Miðasíu. Þetta er ekki einhverjum 5 fjallakeðjur sem koma með þarna saman sko á þessu svæði. Já, og svo er gengt þarna á milli líka niður á Indlandsskaga í gegnum einhver fjallaskörð og dali. Og síðan ertu náttúrulega með Persíu á þessu svæði sem er náttúrulega gríðarlegt menningarsvæði og sem er svo pótum mjög vestan við það. En Kína byrjar að sækja svona vestur sko frá kínverska lálöndinu, ég held að tala þú veist, 3. öld fyrir Krist undir Han-ættinni og þá faraði að sækja inn í þessi vesturhéruð sem að þið kalla Xiu sem þýðir vesturhéruð en Xinjiang er nafni sem er notað yfir þetta í dag sem að þýðir held ég bara jaðar eða eitthvað. Þýðir eitthvað nýtt landsvæði eða nýtt New Frontier eða eitthvað þannig. Já, nýr jaðar eða eitthvað svona. En svo er það líka umdeilt og þetta er náttúrulega allt pólitískt hlaðið gott fólk eins og alltaf með sagnfræðina auðvitað. Já. Þú ert með annan nafni við Xinjiang er auðvitað Austur Turkestan, eða ekki? Jú. Og eða Úgjúristan, það fer eftir í hvernig þú spyrir sko. Það fer eftir því og þetta er sko mjög heitt mál í dag því kínversk stjórnvöld í dag byggja sko mikið að sinni kröfu til þessa landsvæðins á því að hann keisaraveldið hafi til dæmis ráðið yfir þessu á sínum tíma fyrir sko mörg þúsund árum síðan. Já, og það eru þjóðir sem að byggju þarna fyrir sem að hann keisaravaldið er að díla við og síðan er það ekki fyrir ná fyrstu öldinni eða ekki fyrir Kristsirka eða annari öld sem að kínverska keisarastjórnir nær stjórn á svæðinu og það verður Skattland alveg að Pamírfjöllunum í vestri. Já.
yfir alla eyðimörkina, er ekki rétt hjá mér. Jú, og þá allir mest líka áhugavert að kínversk stjórnvöld þá einmitt borguðu sko sínum þá hermönnum sem voru með á þessu svæði til þess að stýra landinu, borguðu þeim þá með bæði peningum, þá koparpeningum okkur slíku, borguðu með korni og síðan silki. Já, það er ekki komið þess að silki aftur, mér langar að segja sko að þú veist, þegar þú horfur út á korti sko, þú veist, fjarlægðin skilur frá kínverska lálendinu og að Taklamakan, þú veist, það er hvað 1000 kilometrar fram að þarna Dunhuang sem var borg sem að Kínverjar stofnuðu þarna sem var svona svolítið svona stjórnarsetur og það er sko aðgengilegt í gegnum sko þröngan dal eða svona korridor það sem út með alveg rosa fjöll sko á suður hliðinni og síðan Gobi-eyðimörkina á norður hliðinni sem að heitir sko Gansu eða Hexidalur er ekki tvönöfn á dal sko, þannig að þetta er ekkert létt að komast þangað. Nei. Og svo náttúrulega sko ertu þú með þessi náttúrulega gríðalegu fjöll á vesturhliðinni til þess að komast niður aftur hinum megin, en það voru þetta komnir kontaktar, Valeri Hansen talar um það að það hefur verið komnir kontaktar á milli Taklamakan og vestur á bóginn, er það ekki áður en Kínverjarnir koma? Jú. Fólkið átt að hafa komið eða ekki frá einmitt Indlandi eða eitthvað álíka. Jú, en það er nefnilega mér svo áhugavert að því við erum að tala um landafræðina ásvo, því að landafræðin skipt svo miklu máli, því hún setur svo mikið hluti í samhengi og þegar maður sér sko hvað þetta er, því maður verður að skoða þetta sko bæði á korti og líka sko að reyna að gera sér grein fyrir því hvað þetta er rosalega hátt einmitt. Hvað þú ert þarna sko alveg langt yfir sjávarborði og líka hvað þetta er þurrt til dæmis í Taklamakan eyðimörkinni þá er kannski að rigna einn dag á 10 ára fresti. Þú veist það er eiginlega engin rigning einn dag á 10 ára fresti. Já. Jesus. Og ennfremur sko mikið af vatninu sem kemur þarna er sko vatn sem kemur úr jöklum. Já. Þá gömlum jöklum sem hægt og rólega hafa verið að bráðna sko líka þá eftir þá síðustu ísöld, þannig þess vegna hefur minnkað vatnið á svæðinu. Þannig þess vegna hefur mikið á þessum borgum sem áður voru blómstruðu þannig séð horfið sér undir sandinn og ennfremur er þannig til dæmis að þegar þessi fyrstu evrópsku landkönnuðir voru að fara á þessu svæði að þá sáu þeir sko slóðina af bara beinum og hræjum því þetta er svo rosalega erfitt fyrir yfirferðar. Já. Þannig að það var heilmikið að bæði náttúrulega skepnum og svo náttúrulega bara fólki líka sem hafa dáið þarna. Þannig að þetta voru sko stór hættulegar ferðir en það er náttúrulega létust sumir á þessu landkönnuðum. Hvað þýðir aftur Taklamakan? Man það nú ekki. Það er eitthvað rosa cool. Ok. Ég man ekki, það var eitthvað. Segja sko já, þeir segja einmitt þarna í þjóðsögum að þetta sé kallast sko a place of no return. Já. Þú kemst inn en þú kemst aldrei út aftur. Eitthvað svo leis. Já, það passaði vel við þetta svæði. Einmitt. En það segja þetta er því það haldið frá mig mitt að sko þessar þá mögulegu verslunarleiðir sem menn hafa farið, það hafi þá verið annarkvort sko suður eftir, þá sunnamegin við eyðimörkina, þá norðan við Himalajafjöllin, eða þá norðurleiðin þá, og milli þá þessar eyðimörkur og Gobi-eyðimörkurinnar. Einmitt. En síðan sko þess vegna, af því við nú tala landafræðina, mér finnst það að setja þetta svo mikið í allt annað ljós, þegar Valeri einmitt talar hvað landafræðin er erfið, talar hvað það er lítið af fornleifum sem styðja þessa hugmyndum og þarna hafa ykkur rosa verslunarleið. Því þá sér maður sko hvað þetta var í raun veru vonlust. Þú veist, það var ekki hægt að vera með, hvað við segja, 300 úlfalda og marsera þarna eitthvað yfir þetta svæði til þess að komast til Írans og selja þar silki. Þú veist, þetta var allt of erfitt og það var mikið meira viti að sigla frá Kína til dæmis sko hvað við segja, Malakka og versla eitthvað stöða þar í einhverjum borgum eða sigla það þess að allar til Indlands og selja silki þar og losa yfir vör og svo siglt með þetta áfram. Já, hún hefur líka alveg sagt að þau myndi bara sjóleiðin var miklu stærri verslunarleið. Já, alveg margfalt stærri. Heldur en landleiðin, sko.
þetta var líka áhvert í las í bókinuna líka, þá vitnar hún sér í hérna breskan hermann og svona landkönnuð Charles Blackmore sem fór hérna einhverja 1400 kilometra leið og það tók hann og hans hóp 59 daga og þá voru þeir ekki að fara nema kannski 16-24 kilometra á dag. Já. Það er rosa seinfarið á meðan að sko, ef þú ert að sigla þá kemstu náttúrulega margfald lengra og margfald ódýrara. En eins og til minnst þetta með eins og hún einmitt að koma með þessa nýju svona áskorun það sem hún segir, skilur þessi verslun var miklu minni heldur en þú veist, menn alltaf að tala vegna þess að sko fornleifafræðin og sagfræðin styður það ekki, það er bara ekki heimildi fyrir því. Nei. Það er að segja að það hafi verið svona rosalega mikið og svo hefur hún verið að segja sko að aðri sagfræðingar svara þessari gagnrýni með því að segja sko það á bara eftir að finnast. Já, nákvæmlega. Svo fastlæstur í fyrirframgefnum hugmyndum sko að þú veist, þó svo að það finnist ekki og segir það mun bara finnast. Einmitt. Og til dæmis, hún bendir á það. Ég veit ekki hvaðan svo hugmynd kemur, en ég einhvern veginn hefur örugglega heyrt þá hugmynd í gegnum, sko, ég náttúrulega lesi sko töluvert af eitthvað svona yfirlitsritum yfir sagfræði og svona. Og ég held að það hefði verið einhver tengsl á milli Rómaveldis og Kína. Já, hún dregur rosalega úr því. Og til dæmis að í Kína hefði verið fundist sko gullpeningar frá Rómaveldi og þannig. Og hún segir frá því að það bara fundist, það var engir peningar frá Rómaveldi fundist í Kína eldri en 500 eftir Krist og þá voru við raun og verið að tala okkar ástkæra Rómaníu og það er mjög áhugavert. Á meðan aftur móti maður sér sko í Indlandi, sérstaklega suðurhluta Indlands og því sem í dag er Sri Lanka, það er alveg sko óhemju magn af rómverskum peningum og rómverskum vörum, rómverst gler og leirvörur og allavega þannig, en það var mikil verslun, mikil á rómverskum verslumennum sem sigldu frá þá Rauðahafinu og til Indlands og þar hafa þeir þá öllum líkitum ef þið keypt sko kannski eitthvað silki eða einhverja kínverska vörur og tekið með vestur. Já, en það virðist þá allavega, það sýnir þá allavega líka það, ég meina, þú veist að það var alveg blómstrandi verslun, sérstaklega frá Egyptalandi, rómverska Egyptalandi og Austurbógin og til Indlands og Einmitt. Þetta er mjög áhugavert að því maður einhvern veginn heldur alltaf að þetta hefur verið svo mikið. Já. Við vitum samt alveg Rómverjar vissu af Kína og Kínverjar vissu af Rómaveldi en það var ekki mikill áhugi. Kínverjar höfðu miklu meira áhuga á Persíu og það voru alveg miklu kontaktar á milli Kína og Persíu og þeir meira sér sendu stundum svona erindreka fram og tilbaka og annað sko. Já. En það er alveg einhverjir í mann og ekki í svona augnablikinu, er ekki einhver einn eða einhver rómverskur maður sem á að fara til Kína og tilbaka eða eitthvað álíka. Jú, það er einhver sagast að segja það en það er heimildir vist eitthvað óvissar. Já. En við getum þá líka rætt þetta silki sko sem er þetta náttúrulega þessi vegur heitir silkivegurinn út af því og silki er mjög áhugaverð vara, þú nefndi það áðan og hún var notuð sem til þess að borga hermunum laun. Já. Og vegna þess að silki var bara gjaldmiðill á svæðinu að miklu leyti, kannski ekki þetta öllu leyti, þú veist þetta með peninga líka en oft var það þannig að sko peninga voru kannski verðlausir ef þú gast ekki nota þá en þú gast nota silki. Já, einmitt. Og hún talar um það, hún Valerí þar í bókinni sinni með þetta svona skondnasögur af til dæmis sko að því þú veist þessar heimildir sem að fundist þarna eru alltaf bara svo flottar skilur og eins og ég sagt við áður þú ert kannski ekki alveg að prefina á svona skjalaheimildum eins og ég er skilur en einmitt svona hráar skjalaheimildi sem er bara svo bókhald og svona þú veist, pældi ég við erum bókhald frá skiluru fyrir Krist skiluru, það minnst alveg geggjað það sem að menn er að tala um sko hérna þú veist, ég notaði hér er bókhaldið yfir silkið mitt skilur og ég borgaði svona mikið þessum og ég borgaði svona mikið til þessa og svona mikið fekk ég greitt fyrir þetta er bara alveg svo myndi vera að nota krónur eða gullpeninga eða eitthvað. Já. Og svo kemur fram einu staðinu sko já, svo vantaði mér nýjan jakka þannig að ég saumaði mér nýjan jakka úr svona mikið af silki skilur Já.
En það einmitt líka í tengslu með þetta og með peninga og hvað maður nota til þess að borga að hún einmitt talar það að það var ekki fyrir en með tilkomu Mongóla og þá mongólska heimsveldisins að maður byrja að sjá sko svona stærri verslunarleiðangra vegna þess að það áhverð þá talur það að Mongólandi þá hefðu þá náttúrulega verið búin að ræna og rupla Evrasíu og áttu nóga gulli og silfri en langaði kannski í ýmsar vörur og þá til dæmis sér maður á heimildum að þá gerður samninga við verslunarmenn sem mjög oft voru þá til dæmis múslimar, persar eða þessuna arabar en gáttu líka að vera kristin menn frá Evrópu eða gyðingar eða hvað það var en mjög oft voru persarnir sem voru þá milliliðir sem þeir gerðu þá samningu og þá fengu þessi verslunarmenn ákveðið magn af gulli og silfri til þess að fara þá til dæmis eitthvert og kaupa vöru þá til dæmis í Kína og kaupa silki og þá það sérðu svona stærri hópað sem var kannski með töluvert af svona byrðaflutningadýrum að flytja vörur en þannig erum við að tala þetta eitthvað fyrirbrigði sem ekki að koma þá fyrir en sko á hámiðöldum síðmiðöldum þá svona undir þá kannski setni hlutan á þessu silkivegs tímabili gáði sem 1300 eitthvað upp úr því En silkið áhugaverð og saga silkisins svolítið áhugaverð að því leitinu að það vara sem á uppruna sinni í Kína og silki náttúrulega búið til úr vefi silki ormsins sem að það ekki lirfa eitthvað fiðrildis eða flugu eða eitthvað Já og á alveg æva forna rætur í Kína Já Ég held ég að vilja segja staðar að bara leiðrétti með ef ég fer með rangt mál að þetta dýr lifir ekki vilt í dag þetta er bara ræktað af mönnum til þess að framleiða silki ég held að en með fyrirvarum að misminna en allavega En áður fyrir voru allavega til eitthvað annað því það er líka til einhvers konar silkiormur í Indlandi og síðan var líka einhver viltur silkiormur í austurhluta Miðjarðarhafs þannig að til dæmis Þetta er náttúrulega aðferðin sko Nei, þetta mismöndi nefnilega vist tegundir af silkiormi af því að Kínverðir voru með sitt afbrigði sem þeir síðan uppgötu hvernig hún gast unnið úr með því að þeir glemist þá suðu lirfuna þegar hún var ennþá í púpunni þannig að þá drápuður orminn og þá náðu þeir svo löngum þráðu þannig að lirfan var ekki búin að rjúfa púpuna á meðan Indverjarnir og þá hvort þetta sé frá Kýpur eða því svæðinu þeir kunni ekki þessa aðferð þannig að þeir voru háðið því að taka púpunar eftir að lirfan var búin að rjúfa þær og þannig fengu þeir sko ekki jafn langa þræði og ekki jafn langa þræði og heldur erfiðar að vinna með það þannig að til dæmis Pliny eldri skrifar það til dæmis í sínum riti þá var hann að gagnrýna sko hvað Rómverjar voru hrifnir af silki og þá lýsir hann því sko hvernig þeir safna silkjunu af einhverjum svona trjám eða laufblöðum það sem eins og þá út frá lýsingunum þá held að menna að hann sé að tala sko þetta silkiafbrigði sem eitthvað öðruvísi en þetta kínverska og sem kemur líka inn í þetta að megnið af öllu silkinu sem við höfum fundið í Evrópu síðan frá okkar ástkæra Rómaníu En er ekki rétt að sko það sem að Pliny eða Plinius eða hvernig maður án að segja það á þess að vera að nota enska orðið Já, ég nota núna enska orðið hans sko Plinius. Hann hefur ekki verið sýnt fram að hann var í rauninni ekki að tala um alvöru silki, heldur var hann að tala um eitthvað annað og hann vissi bara ekki betur en það sem skiptir ekkit máli, við veitum allan að það silkið sem frá Kína það var auðvitað eftirsótt verslunarvara og það var alveg líka bara þetta var náttúrulega svona luxusvarningur þannig að í margar mjög langan tíma þá var þetta var kínverska ríkið með engaleyfi á að framleiða silki og þetta var bara fyrir að selja silki og framleiða silki og þetta var alveg svona rosalega exclusive og þeir pössuðu vel upp á lindarmálið sko hvernig á að búa til silki og svona þetta var svona mun luxusvara og svo var auðvitað byrjaði að versla með þetta og þetta náttúrulega komst til Rómar og var vinsælt þar auðvitað líka hjá efri stéttum og mjög stemmið svolítið fyndið það sem þessi gömlu kallar í Róm eru sko kvartaskiluru yfir silki
af því þeim fannst þetta að vera, þú veist, sko voru að fussi við því, sko, að konur voru að klæða sig, skilur, í silkiföt og þú veist, og það nú hálf gegnsætt, sko, og þú veist að hver sem út á götu getur séð nánu hluta konunar sem bara eiginmaðurinnar á að sjá. Ég veit nú ekki hvað eiginmönnum þeirra finnst það. Svona gamli kallar eitthvað kvarti við þessu, sko. Þú veist, á tímum Rómverja sem hluti breytast aldrei, sko. Já. En það líka gamalt þema í rómverskri menningu, alltaf að vera að vega öllum svona munaði. Já. Kató eldri til dæmi, sko. Það var eiginlega svona toppurinn, þú veist, hann borðaði bara einfaldan graut í morgumat og klæddist bara einföldu gömlu tóka og engin munaður. Já. En það ekki rétt hjá mér, sko, að sem sagt, á tímum Rómarveldis gamla, sko, þá voru Rómverjar ekki, ég hélt að væri þannig allavega, þeir hefðu ekki, sko, þekkinguna til þess að búa til silki, en þeir hefðu keypt silki þræði og voru að vefa úr silki og búa til föt úr silki, sko. Þeir voru ekki búnir að finna upp leiðina til þess að búa til alvöru silki sjálfur, og það gerist í rauninni ekki fyrr en, sko, á 4. öld eða eitthvað álíka, og þá einmitt í Bísanska ríkinu, þar sem að menn læra það frá Persum sem að aftur höfðu lært það frá Kínverum. Þetta var svona allavega það sem að ég hélt að væri tilfellið, en þú kannski leiðréttir mig þá með það? Sko, já, ég veit ekki alveg, sko, Valeri talar það sem möguleik var evróst fyrirbrigði, þekki það ekki. En ég held einmitt, að silkiormurinn hefði ekki komið, nema, einmitt, ég sé hérna, sko, verið að segja að komið til Evrópu, sko, silkigerðin 550 eftir Krist. Og þetta sýnir að það var megnið að þessu silki í Evrópu var þá síðan bísanst. En síðan var ég að googla þetta og það er vist líka til eitthvað silkiafbrigði í Indlandi, þannig að Indverjar hafa verið að búa til silki fyrir, sko, alltaf 2000 fyrir Krist. En það er þá eitthvað vilt silkiafbrigði þar. En svo hélt þetta svolítið áfram einmitt á eftir 500, sko, þá verða Rómverjar í Konstantínópel taka svolítið við keflinu við að svona framlega allt þetta silki fyrir Evrópu og svona svipað kerfið það sem að þú veist, það er ríkið með mjög sterkt utanum alla þessa framleiðslu og einokun á framleiðslu og dreifingu á þessu efni og svo framvegis og síðan eru Arabar og Persar líka þeir líka að framleiða silki og það er alveg frægt til dæmis þessi silkiföt sem að koma frá þessum múslimsku svæðum sem eru þá með demöntum og öðru inni, sko, og vafið inni, sko. Já. Man ekki hvað heitir í augnablikinu, það er eitthvað orðið yfir það. Já, mitt. En síðan er líka kannski áhugaverðar en silki, það er hérna pappírinn og pappírskerðin. Og það er allir til dæmis áhugavert í raun og veru, sko. Ég man ekki, nefndu við það hérna, að þetta hugtak silkivegurinn er alltaf einhver bara sem að búið til, hvað 1877. Já, Ferdinand von Richthofen sem að bjóða til, sem er þýskur svona alliða fræðimaður og ævintýramaður og landfræðingur sem er nota bene hérna frændi Rauða barónsins, Baron von Richthofen. Já, og var að vinna í því að, sko, athuga hvort hægt var að leggja járnbrautateina milli Berlín og Peking. Já. Og þess vegna var hann að skoða landsæðu og þá býr hann til þetta flotta, sko, silkivegurinn. Seidenstrasse. Nákvæmlega. Og svo er þetta svona festsalvi, sko. Og svo er þetta festsalvi og það, mér finnst það áhugavert nefnilega, sko, en það hugmyndasaga, það er eiginlega svona mitt uppáhaldsviðfangsefni í sagnfræðinni. Og mér finnst það áhugavert til þess að þetta, þú veist, þetta er hann bara einhver svona ævintýramaður sem býr til þetta hugtak og þá er það svona rótgróið, þannig að við hérna, löngu seinna, sitjum með einhverjar hugmyndir að þarna var rosa hraðbraut maður og kannski stórar lestir af úlföldum og jakhugsum og þannig að bera silki og hvað það var vestur og kannski rómarska styttur og leirvörur og vín austur og þannig og svo fornleifafræðin og raunveruleikin er bara svona við finnum ekkert af þessu. En líka þetta, sko, það er líka kannski þessi silki sem við vorum að tala silki er ekkert aðalmáli silki var alveg þú veist, verslunarvara sem fór hann á milli og svona og kannski, þú veist, mikilvægur eftir sem ferð austra því silki var notað sem gjaldmiðl og annað en sko,
en þú veist, maður getur séð bara svo fyrir sér svona einhvern veginn, þú veist, af því að ef silki skilur þessi fágæta muna að vara í Rómarveldi skilur í Vestur-Evrópu sem að ekki Vestur-Evrópu, þú veist, við Miðjarðarhafið sem að kemur þaðan þá svo típist að það fáið þetta nafn Silkivegurinn skilur já. En eins og Valeri Hansen segir sko ættirunni frekar heita Pappirsvegurinn. Já, og það séum allir með líka á fornmennunum að fólk til dæmis var vafið inn í pappír og búin til pappírskór og allan og slíkt og fornleifafræðingar hafa síðan verið að fletta þá þessum pappírsfjötum og skóm þannig já, utan að fólki þá og verið að púsla þessu saman og þá mitt fundið bara svona bókhald og mismunandi svona, já, praktísk gögn. Algjörlega, þetta bara eins og þú ert að rífa upp þú veist það sem einhver fornhandrit hafi verið bundin inn í eitthvað valið eitthvað pappírstrassl þess að binda þið inn í sko og svo það bara eitthvað annað, eitthvað aðra heimildi sem byrtast á þessu svo kallega rusli sko. En pældi eins og hún að tala eitthvað svona þú veist týndir póstsekkir eða ekki týndir skilur yfirgefnir póstsekkir, bara póstsekkur með brefum sem einhver hefur lagt frá sér einhver staðar fyrir 2000 árum síðan kemur bara ljós núna skilur, pældi hvað það bilað. Já, það er alveg ótrúlegt. Pappír greinilega varðveitist mjög vel þarna í eyðimörkinni. Já, alltaf brjálæðslega þurft þarna. Það er mitt. En það sem, já, eins elsta bók í heimi. Já, fannst jú þarna. Eða þetta handrit, sko. Já, það er víst umdeilt, sko. En já, það sem er svona kandidat fyrir að vera það allavega, já. Er þetta ekki í þessum munkahelli þarna? Hvað heitir það aftur þarna? Jú, hún er þá, hvað, það stendur bara ártalið á hann, er ekki 883 eða eitthvað, 800 eitthvað og líka hver pantaði bókina. En hver hefur verið að bera brigður á það, veistu það? Býtu, nei, það er bara, þú veist, ég held að sé bara aðrir kandidatar sem að geta alveg talist það, sko. Þannig að það er bara pínum svona, ekkert eitthvað alvarlegt, sko. Fyrst mér ég hef heyrst ykkur stæðar, sko. Já, hún alltaf Valeri, hún heldur segir að þessi elsta bók í heimi en jú, ég veit svo ekki hvað hún hefur fyrir sér því en jú, þá segir hún að hérna held ég að segja þetta, The Diamond Sutra. Já. Elsta, já, prentaða bók í heimi. Já. Kannski það sem hún á við. Hún er þá prentuð sko, já, í maí 868. Já. Af manni þá sem hann kallaður Wong Ye. Ég er nú ekki að bera þetta rétt fram en fannst hún í þessum helli hérna Mogao það getur verið, ég man ekki hvað hétu það sem að einhverju munkar sko lögðu frá sér bara alls konar hérna skrif með þeim sérstaka tilgangi að það myndi finnast seinna. Já. Alveg stórmerkilegt sko. Það er stórmerkilegt. Þetta er hérna Mogao, ég ætla að segja bara Mogao, þetta er líka þekkt sem 1000 Buddha hellanir. Já. Þetta er UNESCO hérna, World Heritage Site sem er hérna í Dunhuang, rétt hjá því. Já, alveg rétt. Það sem að hérna voru fundið hérna, já, ára 1900 í hennu svo kallega bókasafnshelli sem hafi verið múraður inni á 11. öld. Þar fannst mikið bókasafn sem hefur síðan dreifst út allan heim en er núna í Peking, London, Paris og Berlín eins og stendur hér á Wikipedia. Já. En síðan sko, ef maður fennast tilbaka þá, ok, þegar nú erum búin að tala um það, jú, það var lítil verslun þarna, þannig að þetta var ekki svona einhver rosa hraðabraut, þetta er rosalega erfitt landsvæði, mjög fjandsamlegt, harðneskjulegt. Ok, og þá er einmitt spurning, ok, af hverju var það fólk að ferðast þarna? Og það er bara fyrst mér kannski að vera það áhugaverðasta í þessu, að það ferðaði samt aðeins fólk þarna, en það virðist að hafa verið einstaklingar sem höfðu mjög góða ástæðu til þess að fara þarna og þá oftar en ekki vegna þess að það voru þá flóttamenn eða flýja eitthvað. Einmitt, já. Og þá sér maður einmitt til dæmis, allt þetta landsvæði var eiginlega, sko, þetta voru eiginlega búddistar. Og búddismin náttúrulega á upptök sín í Indlandi og er upphaflega indversk trú sem því að dreifist þarna norður eftir og þá er einmitt sko búddistar sem eru þá að flýja kannski mögulega einhver ofsóknir eða reyna þess að leita sér einhvern að
einangruðum stöðum þar sem þeir geta iðka sína trú, en oftar en ekki þá eru kannski flóttamenn, og það einmitt sjáum við síðan líka setna með þetta manikisman sem var þarna líka vinsæll, sem hann Mani var trúarleiðtogi í Mesopotamíu sem var krossfestur, og hans fylgjendur voru mjög ofsóttir bæði af þeim sem aðhylltust trú Zoroasters og líka ofsóttir af kristnum og svona. Þannig að hans áhendur og fylgjendur, þeir flúðu til dæmis þarna, þannig að þú hefur fundið hvað maður kallar svona trúarlega byggingar þeirra. Já. Svo voru líka kristnir, þeir sem fylgdu honum Nestoriusi, eða hvað við köllum hún íslensku, Nestorianismi, já. Það til dæmis voru slík samfélög sem blómstruðu þarna, og þá sér maður einmitt þarna þá fólk sem er ekki lengur líft heima hjá sér og í heimalandinu, og neyðist þá til þess að flýja, og flýr þá virðist vera á þetta svæði sem svona einangrað og erfitt yfirferða, til þess þá að geta iðka þá mögulega sína trú og fengi að vera í friði fyrir öðrum. Og þá einmitt koma öll þessi tengsl og öll þessi menningaráhrif og okkur trúabröðin þetta dreifast og svona, og það nefnilega rosalega áhugaverður kafli, eins og til dæmis það þegar fyrstu evrópsku fornleifafræðingarnir voru að fara á þetta svæði, að þá uppgötva þetta til með styttur, og þeir uppgötva málverk og slíkt sem eru þá innblásin af grísk-rómverska menningarheiminum. Já. Það finnst mér þetta svona vekja svolítið aftur, við fyrir maður aftur af honum Frankopan og hans svona, það sem hann var að skrifa einhvern veginn að silkivegurinn, þá allur silkivegurinn frá Kína til þarna Miðjarðarhafs, þetta svona þessi svona belti af borgum og siðmenningu og braut, kannski ekki einn vegur heldur bara svona braut af mörgum vegum eða leiðum eða vefjum af network af sem fer í svona belti alveg þvert yfir, það sem að öll trúabröðun á hreyfingu, þá þetta eitt dæmi það buddhismin að fara frá Indlandi í gegnum Taklamakan og til Kína, og líka þetta Íslam dreifist líka með fram þessari braut. Já. Og náttúrulega þetta Xinjiang í dag er það ekki bara rosalega mikið muslimum þar? Jú, útgerðarnir eru muslimar. Já, og í Miðasíu og kristni þetta, nestorianismi sem þú segir, og ekki bara það, sjúkdómar líka, svartidauðinn kemur þessa leið inn í Evrópu, og tungumálin, indóevrópsk mál færast, semitísk mál, þessi tíbetsku, þessu kínversku tungumál sem ég kann ekki heitið á, fara fram og tilbaka. Tyrkísk mál frá Miðasíu, þetta blandast allt. Já. Og frá Kákasus og En þá sér maður líka hvað Evrópa var þá líka mikilvæg fyrir þetta svæði, þannig að þegar Frankopan alltaf endalaust að draga úr þessum evrópsku áhrifum, þá sér maður það stenst ekki heldur almennilega þegar þú sér til dæmis styttur á Búdda í grísk-rómverskum stíl sem var mikil uppgötvun. Það er alveg góð punktur, ég meina þegar Alexander tekur hann að Persaveldi, þá náttúrulega fer grísk menning og breiðist út allt þarna yfir þennan sama silkiveg sem þá vestasti hluti silkivegar beltisins, ef þannig má segja, skilurðu. Já. Og það fer alveg inn í Baktríu þannig í Afganistan og niður í Indusdalinn og alveg magna hvernig það eru leifar af skilurðu gríska tungumálinu í Indusdal, skilurðu, það sem að yfirvöld voru að skrifa einhverjar tilkynningar og annað, skilurðu, bæði á grísku og á lokáltungumálunum, skilurðu, einhver tíman á þessu tímabili eftir Alexander. Já. Og áhrif líka frá grísku trúarbröðunum, Seifur og þessir allir, eins og til dæmis þetta með að Grikkirnir koma með grísk hof, skilur og styttur og seifi og svoleiðis, og þá förum við á sama tíma að sjá aukningu af Búdda styttum og annað á svæðinu þarna í kringum Indusdalinn, það sem þá eins og það sem að menn að fá hugmyndi frá hver öðrum og þetta að mixast og svona. Þannig að auðvitað er þetta ekkert bara að vera að tala um einhverja austræna menningu, þetta kemur vestræna menningu inn í þetta líka, en
en hún kemur þarna, en ég held að það sé samt alveg rétt að, auðvitað er það alveg rétt að sko, þú veist, fyrir 1500 er, þú veist, Vestur-Evrópa skilur, ekkert einhver miðpunktur heimsins skilur, ég meina það verður það seinna, við þurfum ekkert að upplifa hennar minnum átt að kendi því sko, Evrópa fær alveg nóg mikið pláss seinna í sögunni sko, en þú veist, fyrir 1500 ég er ekkert að tala um það nei. Ég er ekkert að tala um það, en þú veist, Rómaveldi er jú eitt stærsta heimsveldi þessa tíma, en það er auðvitað ekki einn miðpunktur, náttúrulega Perþaveldi og einhver veldi á Indlandi náttúrulega ekkert í samanburði við Rómaveldi, eina sem getur borðað saman við jú Kína. Já, svo þú horfum Rómaveldi líka skilur, þá er Rómaveldi. Ég er ekkert að tala um það með Frankopan, það sem ég er að tala um með Frankopan er hvað hann er að velja úr og hvernig hann er að velja úr heimildir til þess að búa til narratífi sem passar honum vegna þess að hann er rosalega upptekinn af því að það sé ekkert í Evrópu og þú fer ekki í bókina, svo ég tekið alveg fullt af dæmum og til dæmis þegar tölum um fyrstu krossferðina og hvað heimildi velur hann þegar hann tala um fyrstu krossferðina? Jú, þá velur hann þetta kjaftað og rugl að líkin hafi verið raðað upp í svo stóra hauga, sko, það var fleiri metar og að blóðið hafi vaðið upp í ökla. Sér stoppar hann bara þar. Hann skýtur ekki inn setningu og segir, auðvitað er þetta öfgar, þú veist, auðvitað er þetta íkjur frá samtímanum, auðvitað var þetta ekki svona. Þar hver hugsandi maður veit auðvitað að þú getur ekki drepið svo marga í einhverju borg að blóðið sé vaðið upp í ökla. Hann nefnir það ekki, hann nota þetta sko, því þetta passar svo vel, því þarna er verið að sýna hvað Evrópubúarnir eru sko miklir villimenn og mikil skrýmsli og síðan hoppar hann yfir í næsta hlut og byrjar hann að tala um Saladin, þá talar hann hvað Saladin var rosalega flottur og þetta sangjatn og allt það og mjög margt gott að segja um Saladin, það er ástæða fyrir að Saladin var sko mjög vinsæll á miðöldum hjá líka kristnum og til dæmis ástæða fyrir að Dante setur hann í einum af svona góðu hlutum helvítis. Já. En það má alveg fylgja söguna þegar Saladin tók Jerúsalem að þá drap hann ekki borgarna en allir þurftu að kaupa sitt frelsi og þeir sem ekki gátu keypt frelsi sitt þeir voru hneftir í ánauð og seldu sem þrælar. En hann sleppir því að tala um það. Frankopan er alltaf að velja svona úr. Hvað þetta á að sína, ég meina Nei, það sýnir þá sakfræðing sem er sko með mikla fordóma og velur síðan úr hvað heimildir sem passa og býr til narratífu sem er roðalega skökk. Þess vegna fer þessi bók svo rosalega í mig vegna þess að þetta er bara léleg bók, mjög léleg bók því hann er bara að velja úr heimildir sem passa honum. Já. Í staðin fyrir að gera svo Valeri talar sem er bara virkilega flott bók vegna þess að hún er þá bara að segja benda á heimildirnar, þarna höfum við þetta þarna er þetta svona, við getum litið á þetta svona, við getum litið á þetta hinsegin þú veist, af því það eru þetta mismunandi sjónarhorn í staðin fyrir bara að velja úr hvað passa hverju sinnum, fyrir þá narratíf sem þú ert búin að búa það til fyrirfram. Já. Þar liggur vandamálið. Þess er hún svo rosalega gölluð þessi bók hans Frankopans. Já, það er þá bara það er sjónarmið, en ég svo sem, ég veist ekki svona endilega vera einhver keppni sko, hvað sé betra að verri í fortíðinni sko, en mér finnst þetta að vera líka eins og ef við fyrst að tala um fyrstu krossferðinu og við töluðum hana hérna í 2 þáttum en hérna er svolítið verið að benda á skilur að Vestur-Evrópa skilur var backwater, skilur var jaðarsvæði, var ekki ennþá orðið þetta miðjusvæði sem það verður eftir 1500 og þar að leiðandi sko þú veist, þegar krossfararnir eru að koma að austur skilur, þá er það gamalgrófi menningarsvæði sem er búið að vera blómstrandi í þúsundir ára skilur fyrir þann tíma og valda hlutföllin er ekkert jafn skökk Evrópumönnum í vil eins og þau eru í dag þvert að móti þá eru múslimandi miklu öfluri á þeim tíma skilur. Getur þú sagt að Evrópa hafa verið bara eitthvað backwater á þessum tíma með milljón manna borg eins og Rómaborg, milljón manna borg eins og Konstantinópel? Já, en það er samt í austur hlutanum skiluru og þú veist Rómaveldi skiluru, ef þú tekur það sem heild þá ertu þetta með Ítalíu stígvili sem er náttúrulega miðpunkturinn og svo ertu með mikilvægustu héruðin eru Grikkland, Litla Asía skiluru, Miðjarðarhafið og Egyptaland og meðan skiluru Gallía er bara eitthvað jaðarsvæði skilur, það fer ekkert að spila neina rullu í sögunni fyrir miklu setna og það er það sem hann er að segja þá þarna að þeir eru að horfa austur á bóginn því þar er öll menningin skilur, það er alltaf gerast, þar eru svo stóru borgir og þessi menningarsvæði skilur og hugmyndir og verslun.
Nei, en þetta nefnilega bara þessi vinsælu fordómar í dag, þar sem menn ákveða að fara út í hinar öfgarnar, að fara frá úr þessum ultra eurocentrisma sem auðvitað jafn slæmur og út í hinar öfgarnar og talaðu að það sé ekkert í Evrópu og allt annað hafi verið gerst okkur annars staðar, þú veist. Gallia var líka blómstrandi svæði, þú veist, þetta var mikið minni borgir heldur en í austrinu, en það var samt alveg borgarsamfélag í Gallíu með allavegana til dæmis gullgerðarlist og mjög framarlega í hinu og þessu og til dæmis mikið af rómverskum ferðahugtökum til dæmis kom úr gallísku sem bendir þá fram bendir á til dæmis að Gallarnir hafa mjög framarlega til dæmis að búa til vagna og kerrur og eitthvað slíkt sem síðan þá rómverjar tóku upp inn í sin latnesku orðaforða. Já, það er einstu í Þrakíu svo fellur Vestur-Rómverska ríkið skilur og svo koma myrkaraldir í Vestur-Európu og síðan lifir Austur-Rómverska ríkið eftir og þar skilur blómstrandi borgarmenning og verslun og allt áfram. Þú veist, það sem að gerist í Vestur-Európu þarna eftir fall Rómaveldis frekar svona lítið að gerast þangað til auðvitað það fer að kikka inn upp úr á hámiðöldum skilur. Já, en það? Þú veist, það ástæða fyrir því að sakfræðingarnir sem eru sérfræðingar í þessu svokallaða myrku miðöldum fá alveg líka við flók þegar heyra þetta á hugtak því myrku miðöldi, þú veist, í hvað skilningi, þú veist, það letrið til þeim sem við notum í dag, Carolingia Minuscule ármiðalda uppgötvun að við með bíl og milli orðan til dæmis, það ármiðaldir það miðaldamenns uppgötuðu það þú veist já, dýpri plógur, öflugar járplógur þannig að þú getur ræktað ennþá meir og betur löndin til dæmis í Norður-Európu, þú veist, það ármiðalda uppgötvun, vindmyllunar það miðalda uppgötvun þannig að ef maður verið að skoða þá þetta mikið Þú ert ekki tilbúin að kaupa það sérst að Vestur-Európa hafi verið jaðarsvæði fyrir 1500 og austrið hafi verið meira að gerast þar fyrir landafundina Nei, alls ekki. Nei. Þú veist, ef þú horfir bara á hagtölur og slíkt, nú erum við að tala þú veist, Vestur-Európa þá erum við að tala Íberíuskagan, Ítalíuskaga, Gallíu, Norður-Afríku og síðan Grikkland, við erum ekki að tala Skandinavíu, við erum ekki að tala með Bretland og að England hafi verið hluta breska, rómverska heimsveldinu, en þú veist, við erum að tala þú veist, gamla Rómaveldi, hagtölur þar, það ástæði fyrir því að þú finnur brjálastlegt magn af rómverskum vörum til dæmis í Sri Lanka og Indlandi vegna þess að það var ákveðin heild allt frá í raun og veru Íberíuskaganum og austur til Kína þar sem þú veist að flæddu þarna vörur og hugmyndir og slíkt en þú veist auðvitað að því ég sé ekki tilgangin í að fara úr einum öfgunum yfir í aðrar þú veist öllum líkindum það sem við komumst næst sannleikanum eitthvað meira þarna á milli þú veist, þetta var Evrópa ekkert eitthvað miðja þarna, en það heldur engin miðja, þú veist, Kína var engin miðja heldur og ef það er mögulega að færa rök fyrir þessi eitthvað miðja, þá var það nú frekar, þú veist, Indland einfallega vegna þess að Indland mitt á milli Kína og Rómaveldis á þessum tíma og þá að versla við bæði, vestur og austur á meðan að þá þetta svæði Mið-Asía virðist nú frekar að verið kannski ákveðin jaðar í þeim skilningi þetta var það einangrað og hafi þetta menn verið að fara þarna á milli en það sjáum við það líka síðan að það þurfti mikið til að fólk færa yfir þetta svæði og til dæmis eina ástofanum var þú veist, það sem við erum búin að nefna núna fólk að flýja úr vestrinu og halda þá þarna til þess að fá frið eða þá til dæmis við höfum það dæmi líka úr frá Kína þar sem að þessi kínverski búddisti hann Kumarajiva ferðaðist vestur til þá Indlands til þess að reyna að komast í búddista texta til þess að þýða yfir á kínversku og þá sér maður að það eru trúarlega ástæði fyrir því að hann leggst út í þessa ferð sem þetta mjög áhugaverður kafli því þá þeir segja að kínverskan hafi tekið upp eitthvað 35.000 ný orð út af þessum leiðangri og það sem menn voru þá að vinna að gera þú veist flotta þýðingar En mér finnst áhugavert að þú nefndir áðan sem með mongólana líka þá kemur ný vitt inn í þetta því það auðvitað ákveðin tenging líka á milli austurs og vesturs hvernig getum við talað það í tengslu við Silkiveginn þú veist, erum við að sjá einhverja tengingu svo alveg frá Kína og vestur til
Evrópu þá bara norðan megin við sko fjöllin og Kaspíahafið og það, eða var það minna það kannski? Nei, af því þá sér maður kannski í raunum veru að aðal leiðin frá í raunum veru Kína til Evrópu þetta steppur í þessi evrasíska steppa. En það þannig það ekki í raunum veru, nei, hvernig var það? Nei, Marco Polo, fór hann raunverulega silki og hann fór ju silkileiðina. Ég með ekki, hann var allavega, þá voru Mongóla komnir sko, því hann að fara þarna árið sko 1271 til 1295. Já, og sér náttúrulega veit ég að það er umdeilt, sumir sakfræðingar haldaði frá að hann hafi ekki farið þessa leið. En þá sér maður líka, þú veist, kannski svolítið svona, hvað maður segja, fordóm og hvers og eins, til dæmis sakfræðingar sem eru, hún talar þá Valería, sakfræðingar sem eru að rannsaka til dæmis Mongóluna, þeir eru mjög gjarnir á að trúa Marco Polo og trúa því hann að fara í þessa ferð, menn þeir sem ekki eru að rannsaka það, þeir eru síðri til að trúa því. Ég nú ekki stúderað hann Marco Polo mikið, en hvað, þú veist, af hverju er fólk að segja að hann hafi verið að ljúga þessu? Hvað? Að því að sumar lýsingunum eru svo fátækar og það er svo mikið endurtekningum. Já. Og þetta er líka þekkt fyrirbrigði í þessum sko ferðabókum miðalda. Og miðaldamenn byggust ekkert endilega við að hann hafi farið á allar þessar staði þó hann verið að lýsa þeim. Nei. Þannig að sumir haldaði fram, ég held ekki alveg ímynda mér að sumir haldaði fram þessi allt kjaftaði, en sumir haldaði fram aftur á móti að segja eitthvað sannleikskort í þessu. Skrifaði hann þetta ekki þegar hann var í fangelsi eftir að hann kom tilbaka og... Ég bara þekki ekki þessu sögu. Ég held hann hafi verið sko, hann var hann áratug eða 2 hann í Kína og var að vinna fyrir kínversk stjórnvöld og eitthvað sko. Já. Og eitthvað erindriki og eitthvað svoleiðis og svo þegar hann kom aftur tilbaka þá voru Feneyjar komnir í stríð við Genoa held ég og hann var handtekinn og var í fangelsi held ég þegar hann en ég þekki þetta ekki alveg vel sko. Nei, ég þekki ekki hans sögu heldur en hann er mitt gott dæmi samt þetta fyrirbrigði sem kom þá með Mongólunum þar sem að þeir voru þá að gera samninga við svona verslunamenn að kaupa fyrir sér vörur og fara í leiðangra. Já. En síðan náttúrulega því aðalirinu léttasta leiðin náttúrulega steppan. Það er bara græn grösu steppa frá hvað við segja, Norður-Þýskalandi og allt austur til Kína. En það hefur ekkert verið, það er engin silkivegur þar, það er engin, auðvitað það er líka annað element í þessu, það er þessi norður, nú erum við að tala um austur-vesturás, en það er auðvitað líka norður-suðurás, samber, Indland og svo náttúrulega Síbería og einhver tengsl alveg þar líka og menn hafa auðvitað verið að finna heimildir og fornleifar fyrir því að það hefur verið verslun líka við Síberíu, norður eftir. En það virðist ekki að verið sko á þessum tíma einhver þjóðleið í gegnum steppurnar þá þar að segja það sem er í dag Rússland og Úkraína sko. Nei. En það voru þar, en það er þá kannski líka þetta að það er ekki belti af blómlegum borgar og menningarsvæðum skilur eins og er í Persíu og Mesopotamíu og líka í Stanlöndunum skilur Samarkand Búkara og allt þetta. Búkara, já, einmitt og svo þessar vinborgir sem að hún er að tala um hún Valerie Hansen sem að heita alls konar skrýtnum nöfnum eins og Nýja, Kútsja, Turfan Kótan og eitthvað svona sem maður aldrei heyrt sko. Nei, einmitt. En þetta voru svona blómlega samfélög skilur en það, við vitum að á steppunum voru meira hirðingja þjóðir og ekki borgar samfélög og kannski ef þess að verið minni verslun. Og þá er það líka vegna þess að sko landflutningar og svo margfalt dýrari heldur en sjóflutningar. Já, vassflutningar og köllum það. Og þú sér það auðvitað líka þess að þú ert að tala um þarna áðan með sko verslun bara frá Rómaveldi áttu til þess sko þegar þú ert að finna svona greiðlega mikið af rómsku gullpenningum í Indlandi. Það er eins og þú sagðir Rauðahafsverslun skilurðu frá Egyptalandi gegn Rauðahafi fyrir Arbíuskan og til Indlands held ég að menn sé að tala um í því samhengi sko. En síðan áttum að áhugavert með þessa kínversku versluna eða með kínverjar síðan þeir mátu mjög þá bísanska gullpenninga og það fundist aldrei bísansku gullpenningum sem voru það ekki sko í notkun heldur voru það notaðar í eitthvað svona trúarlegum tilgangi. Þannig að þeim fannst það vist vera mjög fallegir peningar ef maður kannski notar það orð. Já, maður ímyndi sér það af hverju ættir annars að vera notað og bara í svona
einhverjum trúnlu tilgangi og ekki bræða gulli til þess að steypa eitthvað eigið. Já. Og það líka mjög áhugavert. En einu spáinu, sko nú tölum við svona blómaskeið, eða þú veist, svona þetta sögulega tímabil sem Silkivegurinn er í notkun, þannig má orðið komast, sko, frá 2. öld fyrir Krist og fram til svona cirka, fram að 15. öld til cirka 1500 og svona einn hefðbundna útskýringu þetta svo að það sem gerist þarna 1500 er náttúrulega það að Kristoffer Columbus finnur Ameríku og Vasco da Gama siglir fyrir til Indlands fyrir Afríku og svo framvegis og það koma nýjar verslunarleiðir og þungamiðja verslunar færist frá og þetta saman tíma Konstantínópel fellur í hendur Tyrki Ottomaveldi að rísa fram og svona þannig að verslunarleiðin færist þá frá þessum landvegi yfir á sjóleiðina þá og þá verður einmitt Vestur-Evrópa og Íberjuskaginn, Portugal, Spánn, Holland, Frakland og England tekur svolítið þetta hlutverk sem miðstöð verslunar í heimsverslunar. En þá ertu samt að einblína á þessa hefðbundnu sín að þetta sé fyrst og fremst verslunarleið frá Evrópu til Asíu og aðalpointið þess að vera að færa vörur frá Asíu til Evrópu. Og hvernig útskýrir maður svona downfall Silkivegarins eftir 1500 ef það er ekki út af þessu? Hvaða sögulegu þróun erum við að sjá til dæmis í kringum 1500 á svæðinu? Er kannski kínverska, og það ekki svo vel hvernig saga Kína er kínverska keisaradæmi kannski að þjappast eitthvað saman á þessum tíma? Eða? Já, þessum tíma ertu Ming keisaraveldið og þeir héldu uppi mjög miklu svona einangrunarstefnu. Það hefði kannski einhver áhrif en síðan líka spurning, hún talar ekki það Valerí og ég hef ekki lesið það er ekki sagt hreint út en hún talar það í bókin sinni að mikið af þessum borgum þá þessar svona vin í eyðimörkinni lifði náttúrulega þá af þessum jöklum og jöklunum sem þá bráðnuðu alltaf einhver leit á sumrin svo kannski eftir því sem að það vatn varð minna og ennfremur sem að spurning hvort það hafi safnast upp selta til dæmis líka í einhverjum þessum vinjum þá hafi þess vegna þessi samfélög dáið út hægt og rólega því það var ekki jafn mikið vatn. Það er svo til dæmis Írak er svona miklu leit í eyðimörk það var svo áhugavert við köllum þetta alltaf þetta er náttúrulega þessi græni hálfmánin þetta var náttúrulega gífurlega gjöfult landbúnaðarsamfélag í dag en í dag er þetta áður fyrir í dag er þetta mikið bara eyðimörk og af hverju vegna þess að í ferskvatni er smá salt og þegar þú dreifir ferskvatni alltaf yfir akrarnæðina þá byggist upp selta yfir mörg 100 ár og mörg 1000 ár og að því að búið að vera landbúnaðar svo lengi í Írak eða Mesopotamíu þá er búið byggjast upp svo mikið selta í mikið af jarðveginum og þess vegna jarðveginum var svo mikið lélegari og þá er spurning hvort að það getur líka verið eitthvað sem hefur haft áhrif á þessi þá áveitu samfélag sem byggu á þessu svæði. En það dettur er byggðin í Taklamakan fer í svolítið svona myrkaraldir. Já, maður sér það minnkar hægt og rólega og þannig að það er þannig að fólk er eitthvað að flýja frá svona svæðum, flytja hvert annað það dregst hægt og saman og svo er þetta yfirgefnir þessi staðir, pluss það líka að til dæmis þessi hellir þarna, hvort að hann hafi ekki mögulega verið lokaður út af árásum, hvort ég man ekki hvort það var þegar að múslimar voru leggja undir þetta landsvæði eða hvort það hafi verið tíbetar eða eitthvað slíkt og svo náðu menn aldrei að koma aftur til þess að endurheimta þessa muni en fyrst og fremst virðist mig gruna hvort að þetta sé kannski mögulega landfræðilega ástæða fyrir því að það hægt og rólega kulni út þetta samfélag en síðan er líka við þurfum nú að fara kannski að slá botnin í þetta en ég las líka aðra bókum þetta sem ég mæli mjög með sem er mjög skemmtileg og hún heitir nefnilega Foreign Devils on the Silk Road og hún fjallar fyrstu fornleifaleiðangrana á þetta svæði og þess að þá útlensku djöfla sem voru að ryðjast inn á þetta svæði og ræna og rupla eins og Kínverjarnir myndu segja eða þeir sem eru ultra svona eurocentrískir þeir myndu að segja að þeir var að fara inn til þess að bjarga fornminjum
Svo myndi ég halda að sannleikurinn sé ekki stað þarna á milli. Já, það erstu komin út í essensin í orientalismanum líka. Já, einmitt. En það er mjög skemmtileg bók vegna þess að það er áhugavert að lesa sko, því síðan fléttast inn í þetta svo mikil sko heimsvaldastefna og hyggjan og þessi imperialismi allur og sko samkeppni milli Frakka og Breta og Rússa og Þjóðverja og keppnin sko þjóðverðins hyggjan og allt þetta og áhugavert að það spila sér einhver rulla þarna í þessari eyðimörk sem menn eru að keppa að sko hlaða undir dýr Þýskaland sem að þeir ná í fornminjar úr einhverju vin sem enginn hefur heyrt Já og það eru menn að sko að leggja náttúrulega lífið við því náttúrulega dóu sumir á þessu landkunnum og þá dóu oft oft hluti af sko mönnunum sem voru að vinna með þeim. Já. Það er mjög áhugaverð saga og það er einmitt ástæðan fyrir því að okkur megni á þessum fornminjum í dag eru þá hér og þar heiminn, mikið af sér í Berlín, mikið af sér í Delhi held ég, Lundunum, París auðvitað, svo náttúrulega eitthvað í Kína. Það er nú bara eins og alltaf verið með allar fornleifar sko. Já, það er það auðvitað, en það er samt áhugavert að þetta svæði, svona sem er algjört jaðarsvæði, úr einhverjum borgum sem enginn vissi hvað væri, óþekkt tungumál, að þetta var svona vinsælt, því þeir voru frægir á sínum tíma og við getum þess nefnt hérna eitt sem áhugaverð, hann Sven Hedin. Já, þessi Svíi þarna. Svíi, já. Hann fekk heiðursdoktorsgráðu frá Cambridge og Oxford og var stórstjarna á sínum tíma. Er ekki þessi ungverski þarna líka? Þessi Stein, er það ekki aðal kallinn þarna sem að var kringum 1900? Orel Stein er einn af þessum stærstu líka. Já. Jó, er ekki talað að sko hann kartlaði svo mikið og gróf svo mikið upp að þú veist, hann er bara svona, þú byrjar bara þar áður og ferð að rannsaka eitthvað meira sko. Já, því að munur honum, hann var fornleifafræðingur, þannig að hann var sko fræðilegri heldur til dæmis Svenhedin Sveinshedin. Já, Sveinshedin. En síðan var líka hann einhver Frakki sem var líka mjög færfræðimaður og svo náttúrulega þjóðverið hann Albert von Lecoq held ég að þessi voru fram kannski. Já, Sveinhedin, hann var með þetta. En það maður alveg fylgja sögunni síðan að það er áhugavert að hann var mjög hattur undir Þýskaland, þannig að hann studdi Þýskaland alveg sko að fullum hug í bæði fyrri og seinni heimsstyrjöld. Og hann lést því miður hann lést svona gleymdur í raun og veru og þá var hann búin að sverta sitt mannorð út eftir seinni heimsstyrjöldun og svona en hann var það frægur að menn voru að skrifa bækur hann í Bretlandi til dæmis í Frakklandi og skrifa gegn honum í báðum styrjöldum og svona en hann var alveg stórstjarna hann hitti keisarann af Þýskalandi Vilhjálm og hitti sko mikið af svona þessum aðal stjórnmálumurum þekkti Hindenburg til dæmis og hitt og þetta. En það er áhugavert að skoða þú veist, þetta svæði að þú veist, á fornöld ertu með þjóðbrautaðni gegn einhvern veginn og svo svona síðar í tímum þú veist, árunum eftir 1500 skilur þá einhvern veginn verður svona hólfaskipting þú veist, hvernig Ottomanveldið í kringum Konstantínópel er með skilur Miðjarðarhafsbitann og svo með Persíu þarna en síðan verður Indland sko hluti af breska heimsveldinu og byrja að sjúga sko verslun og öll tengsl skilur sjóleiðina og síðan verður Miðasía Stanlöndin verður hluti af rússneska keisaradæminu og þá þetta byrja það að færast í sko norðvestur skilur og síðan alltaf Xinjiang sem er þá hluti af Kína og þar er kannski verður leiðin meira í austur og svo þegar þú komið fram á 19. öldina þá verða landamærin svo fastsett skilur og svo 20. öld færðu skilur hardcore landamæri þar sem þú kemst ekkit yfir nema með vegabrauðsárutun og þá ertu komin yfir í þetta ástandi sem við höfum í dag sem þetta er orðið svona jaðarsvæði sem er ekkert kannski svo mikið verið að ferðast kannski ekki í dag, kannski er það að byrja að breytast núna en þú veist hvað ég meina með hvernig það var í fornöld hefur þú séð myndina með honum hvað heitir hann
hvað heitir hann hérna, Ed Harris þetta er það ekki, sem ekki Enemy at the Gates Jú. það sem hann er hérna svona fangi í gúlaginu til þessi sannsögulegt sko og svo sleppur hann sko og svo lappar hann hérna yfir eyðimerkurnar hérna og í gegnum hérna þetta svæð allt saman og yfir fjöll og kemur niður í gegnum Kína og fer svo yfir Himalaya-fjöllin og kemur niður í Indlandi. Já, eitthvað ramma við þetta. Var ekki Ed Harris í þessari mynd? Já. Hvað hét aftur þessi mynd? The Way eða eitthvað? Jú. Allavega. Já, maður rámar í það. Það er áhugavert. Það er áhugavert. Mér langaði bara til þess að skjóta inn hérna líka því að við varum að tala náttúrulega um hérna vetrarstríðið. Já. Mannerheim var nú líka á þessu svæði. Hann fór í gegnum þetta svæði og sangaði að sér töluvert af forngripum. Og þeir forngripir eru í þá þjóðminjasafni Finnlands í dag í Helsinki. Hvað segirðu? Þannig að mér finnst aðal áhvert að sjá hvað eru svo margar fléttur sem tengjast þessu svæði. Já, mitt. Og hvað þetta var sko vinsælt þarna á fyrstu árum 20. aldar að einmitt fara á þetta svæði til þess að leita að fornminjum og uppgötva þá eitthvað nýtt samfélag sem menn voru að leita. Menn voru að leita að svona glötu búddísku samfélagi. Já. Svo ertu auðvitað með nágranna samfélög í kringu ef við erum að núna fókusera á Taklama Khan, þá ertu auðvitað með Mongólíu fyrir norðan og þú ert með Tíbet fyrir sunnan. Já. Og þar auðvitað voru mikið af alls konar rannsóknum og náttúrulega þessar allræmdu mannfræði rannsóknir til dæmis SS manna og svona í Tíbet. Já. Mannerheim handlinn þess að vera að mæla höfukúpur og svona. Já, voru menn ekki svolítið í einhverjum svona rasískum pælingum þarna? Jú. Í leita uppruna kynstofna og... Jú. Og sér náttúrulega létt fyrir okkur út að dæma það í dag en maður náttúrulega var líka aðtjóða að þetta var toppurinn á vísindunum á sínum tíma. Það var þetta. Þannig að þú veist vegna þess að darwinismin, ég er ekki að tala gegn darwinismanum en darwinismin alveg tröllreið öllu. Þannig að við varum rosalega upptekningar þá var sérstaklega svona sko social darwinisma Herbert Spencer. Þetta hinn hæfistu lifa af og allt þannig. Og þá voru menn alltaf einhver svona samkeppnishugmyndum og voru einmitt þá að haldaði fram að það veri allar mismöndi kynþættir og mæla hugukúpur og svona hitt og þetta og það er nefnilega stórmerkilega lesninga. Þetta var bara standard vísindi á sínum tíma. Þetta var toppurinn. Var ekki síðan slegið út fyrir almennilega fyrir bara eftir seinni heimsstyrjöld. Nákvæmlega. Hörru, Silkivegurinn, nú er þetta búin að tala um þetta svolítið og svolítið svona mythbusting af vissu leyti og þetta nafn Silkivegurinn er rosalega mikið íkon og þú googlar þetta þá þetta færðu fullt af niðurstöðum og þetta er nota mikið í þú veist, markasetningu, túrisma þú veist, allir hafa einhverja ímynd af því hvað Silkivegurinn er og þú veist, ég listi minni ímynd þarna áðan, skilur þetta sé bara einhver leið bara sem menn voru að fara, sko nú þetta eru Kínverjar náttúrulega svolítið að færa út kvíarnar svona í efnahagsmálum og öðru og er ekki talað um þetta í tengslum við sko þetta belt og braut projekt þeirra og það er að vera að byggja einhvern rosalega hraðbraut þarna í gegnum Taklama Khan eðmörkina núna sem er hérna nýji Silkivegur eða ekki? Jú og svo er það tengjast á Pakistan og það eru mikið að byggja þarna. Já, og reyna ykkur að svona samtengja öll þessu svæði. Já, er ekki þetta belti og braut dæmi sem að Xi Jinping er búin að tala með sem á að vera eitthvað stærsta þróunarverkefni 21. aldar eða eitthvað líka. Já, Kínverjarnir eru með mikla draumar og skýjaborgir. Já, það er meðal annars held ég inn í því að það ekki ykkur svona efnahagslegur infrastruktúr einmitt þarna í gegn. Já, af því það er vegur núna sko og tölvöld síðan hann var byggður vegur frá Kína og yfir til Pakistan þannig að þú getur keyrt þetta en það er mjög erfiður vegur og mjög hættuleg leið og það er verið að víkka þá braut og svo náttúrulega búið að vera að setja hellingspening í hínu og þessu verkefni og meðal annars er líka að tala um stálvegin þetta það vegna þess að það var líka leið þetta frá gömlu Sovétríkjunum og yfir til Kína það sem var gamlar sovéska verksmiðjur og bílar og drasl var flutt frá Sovétríkjunum yfir til Kína náttúrulega áður en það hljópi kekkja á milli þeirra þá hefur náttúrulega mikið af þessu bara brotnað og eyðilegst á leiðinu og bara verið kastað
Þannig að gamla silkivegi með fullt af beinum og hræjum á stálveginum eru gamla sovéska verksmiðjur og bílar. Mitt. Nákvæmlega. Já, þetta er áhugavert, silkivegurinn. Ég held að við eða silkivegurinn og Mið-Asía og bara þetta svæði allt saman. Maður er nú ekki að spá í þessu hverjum degi, en það var gaman aðeins að ræða þetta. Já, það kom mér eiginlega óvart hvað ég sökti mig síðan í þetta, því ég var ekkert með brennandi áhuga á þessu þema þegar ég byrjaði, verði að viðurkenna. Nei. Nei, ég er alltaf sérstaklega gaman að þegar maður er að lesa eitthvað þema sem maður síðan kemst að maður hafði tölvöld ránt fyrir sér. Eins og bara með mig, þú veist, ég held að þetta væri eitthvað rosa verslunulega með fullt af einhverjum úlvöldum og ösnum og allan eitthvað og þvílík verslun en síðan sem maður fornlega fræðin styður ekki það. Nákvæmlega. En þetta var áhugavert. En eru við þá ekki bara að fara að vera nokkuð góðir af því að ræða þetta í dag? Eða eru fleiri atriði sem að... Nei, ég veit það. Láta þetta næja. Þá held ég að við segjum þetta gott í bili, gott fólk. Ég held að við sláum botnin hér í þáttir í dag og mætum hér aftur eftir að hafa komið okkur saman málefni næsta þáttar. Og snúum þá hér aftur í næsta þetta af Hlaðvarpinu Söguskoðun. Þökkum fyrir okkur í dag og verið sæl.